Þurfum við að byrja þetta aftur. Það er búið að kveikja upptökunni. Já, og svona því að nú erum við búin að fara í gegnum heilan hafsjó af þessum þrautum. Það var bara spurningin hvar á að byrja. Og hérna ég bara listaði upp hérna sem þetta verður mjög einfalt að setja upp bæði innan og utan dyra. Svona að mann er að spá í því svona á hverju á að byrja. Ég set brú og hlið svona sem með spurningamerki sko því að hérna því að eins og ég segi ég smíða það ekki sjálf sko, það er ekki það einfalt. en það geta flestir örugglega smíðað brú eða græða svona hlið. Hlið utandyra það er náttúrulega bara græja alvöru hlið, bara setja bara sterkan hliðstaur og svo bara lamir og hliðgrind. Það er bara góða sko, stóra, létta og svo bara staur hinum megin til þess að húka hliðinu í einhverju festingu þar og innandyra þá þau græðu nú á einhver flinkur hestamannafélaginu Létti á Akureyri sem að græjaði bara svona eitthvert sem hann smíðaði og ég alveg varla að segja frá því sko. En hann græjaði þannig að lamirnar getur bara að vera hægt að smeygja bara lömunum á rammann í reiðhöllinni og svo bara skella hliðgrindinni á lamirnar og svo bara einhvern færanlega staur hinum megin. Þannig að það var bara... Hliðið sjálft er á... Já, þannig að... Já, hliðið sjálft bara er á battanum í höllinni. Og svo er líka alveg hægt að vera, útbúa einhverjar míníútgáfur af svona hliði. Við gerðum það í litlu skemmunni hjá okkur 2014. Þá vorum við með eitthvað svona pínlítið hlið sem var smíðað á timbri sem að var fest lama megin einhvern veginn bara á hringgerði sem við vorum með. Við afbökuðum bara hringgerðið einhvern veginn þannig að það stæði og gæti haldið þessu uppi og svo bara eitthvað hinum megin til þess að krækja í. Svo til þess að æfa þetta bara hreyfinguna sko. Þannig að það er alveg hægt að bjarga sér með ýmislegt þannig sko. Og bara passa að hliðið geti opnast í báðar áttir, það er bara lykilatriði. Og já, ég var eitthvað búin að minnast á það að hafa útisvæðin, hafa útisvæði afgirt svo að hesturinn stingi ekki af, verðan viðskila við knappann. Og þá skulum við aðeins ræða næstu grein sem var tímatakan á stökki og feti, því að það er líka auðvelt í framkvæmt og skemmtilegt. Og þá eru að tala um hægt stökk og hratt fet. Og það er auðvitað hægt að æfa þetta í raun hversu langri braut sem maður vill. Auðvitað þarf að vera samt nóg pláss. Við gátum ekki verið að æfa stökk inn í reiðskemmunni okkar, til dæmis á Melgerðismöllum. En gátum nota hringvellina úti og skeiðbraut og kynbótavöll og eitthvað í það. En í alþjóðlegu keppninu sjálfur og því sem við erum að notast við þegar við erum að keppa er 150 metra löng braut. Beinbraut þá? Já, beinbraut, já. Og þannig að það skiptir ekki máli upp á hvort fótinn hesturinn stekkur. Og 2 til 2,2 metrar á breidd. En ég hef nú svo sem ekkert verið við hefum ekkert verið eitthvað að setja það fyrir okkur sko, breiddina á vellinum sko. Það er örugglega verið að hafa einhverjar afmörkun á því samt upp að sé ekki verið hægt að ríða sko alveg sikk-sakk til þess að hægja á sér á stökkinu til dæmis. Ég hugsa að sé þess vegna sem að það þurfa að vera takmarkanir á þessu. En það hefur enginn verið eitthvað að reyna það ennþá í okkur þannig að þó að brautin sé ekki akkurat svona breið, þá skiptir það ekki öllu máli. Hvað hafa langt í til að komast á hægt stökk? Já, ég hef nú ekki mælt að hvað þau hafa haft langa atrunu til þess að komast á stökk, en maður þarf bara að passa að það sé samt aðeins, sko, að sé sanngjarnt allavega.
Það bara, já, bara maður kannski meðar eitthvað við svona eins og ég á kynbótabrautum eða eitthvað svoleiðis, sko, þú veist, það er bara smá atriðinu. En þegar hestarnir eru orðnir aðeins þjálfaðir í þessu þá þurfa þeir nú ekkert langa atriðinu, sko. Það eiga ekki að þurfa það. Þannig að maður metur það bara. Og það er bara 0 fyrir gangtegundina ef hesturinn tollir ekki á henni og hann fer yfir á einhverja aðra gangtegund. En það er ekki verið að meta gæði gangtegundunar. Þannig að það er hægt að fara alls konar stökki í þetta. Það er náttúrulega því hægur sem maður hýðir þeim meira gangaðar aftan yfirleitt og allir hestarnir eiga náttúrulega margir hverju erfitt með þetta en þetta gengur alveg og bara þetta er bara eitthvað sem að þarf bara að æfa og maður æfir þetta bara með því að gera þetta, þú veist, aftur og aftur á tímatökunni, þú veist, það er bara einhver sem að tekur tímann og þau æfa og þá er svona bara þau læra svo mikið inn á hestinn sinn og inn á gangtegundirnar þegar þau gera þetta. Og þau segir alltaf tala krakkana sem ég er að kenna þetta er ekki bara fyrir krakka, fullorðna líka. Og ég veit sjálf, ég keypti í daginn á þess að vera búin að æfa mig neitt í þessu, sko. Já, ég fór ekkert mjög hægt á stökki, sko. Og ekkert mjög hratt á feti heldur, af því maður þarf að læra einhvern veginn mörkin. Ég treysti ekki að hann færi ekki upp á fetinu, ég leiði honum að fara hraðar og hélt aftur á honum og svo eins leiði var ég svo hrædd að missa niður á stökki og ég færi á hægt, sko. Ég fekk ekki lengin stig út úr þessu. Þannig þetta er eitthvað sem að þarf að æfa, sko, þegar maður fer út í að keppa í þessu, en Þetta er stigin eitthvað sem að Já, ég er með töflu við hliðina og það ættu allir að sjá hana ágætlega, bæði því og þeir sem eru heima. Það var svona einhvers konar tafla alþjóðleg sem að þegar ef við ætlum að reyna að nota hana þá fengjum við bara allir 0 af því að við vorum bara ekkert að ríða nógu hægt á stökki og ekkert nógu hratt á fetu, þannig að það var ekkert gaman. Þannig ég ákvað bara að búa til nýja töflu svona út frá því hvernig unglingarnir og krakkarnir hafa verið að ríða þetta sem ég hef verið með, svona þess að hafa þetta raunhæft, þannig að þú veist, einhverjir eru mögulega að ná toppnum og fáir sem að fá 0, en alltaf einhverjir ef að þau hafa ekki verið duglega að æfa. En þá er þetta svona þannig að við tökum fyrir dálkinn sem stendur stökk að það stendur 33, það er 33 sekúndur. Ef að þú átt náttúrulega að vera eins lengi þú getur á stökki, þannig að ef þú nærð að vera heilar 33 sekúndur í brautinni þessum 150 metrum, þá færðu 30 stig. Og þeim fljótara sem þú ert, ef þú fyrir brautina á 19 sekúndur til dæmis, þá færðu 2 stig. Og það er hann að bil á milli, þú veist, milli 33 og 32 til dæmis og þetta er sem sagt bara býður upp á sekúndubrotin. Þannig að maður námunda bara annarkvort upp í 33 eða niður að 32 og hálfum. Og Þetta er bara frekar erfitt. Þú segist að farið þetta á, hvað er þá? 18 sekúndum eða? Ég man nú ekki eins og á hverju ég fór þetta, sko. Ég man ekki á hverju ég fór þetta. Ég var hálf skuffuð og skammaðist mín að fá ekki mörg stig út úr þessu. En ég drakk þjálfari sjálfur sem æfir aldrei trekk og er bara alltaf að segja öðrum hvernig á að gera þetta. Þannig að svo þegar ég prófaði alveg óæfð þá náttúrulega gekk þetta ekki neitt. Það borgar sig að æfa sig, sko. En fetið þarna, sko, ef að það er þarna hægra megin og ef að þú kemst fetið á 1 mínútu og 15 sekúndum eða undir því, að þú ert að reyna að fara hratt á feti, þá færðu 30 stig. Og í sumar voru ungmennin mín og unglingarnir, þau voru flest þarna einhvers staðar fyrir neðan miðju í stigum í fetinu. Ein náði 27 stigum. En svo þegar fullorðna fólki fór og keppti,
sá sem að vann trekki hjá okkur, við kepptum sérst í þrautabraut og gangtegund fullorðna fólki en unglingarnir og ungmennin kepptu í öllu þremur. En sá sem vann fullorðinsflokkinn, hann var svo góðum fetara að hann fór þetta á 1 og 10, sprengdi skalann. Og ég fór eitthvað veltaði fyrir mig hvort ég ætti þá að breyta skalanum, en nei, ég ákvað að leyfa sig vera áfram svona. Leyfa fleirum. Af því að leið og sko færir skalann, þá er náttúrulega bara fleiri sem fá 0 í hinn endan sko. Þannig að mér finnst bara skemmtilega að geta þá fleiri fengið 30 stig, fyrst það er hægt að fara greinilega alveg í 1 og 10, það er að besta sem ég séð. Og má nú varla að segja frá því, en hann reyði þetta bara mjög frjálslega sko, hann var ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu, þetta var bara á slökum taumum. Það var bara, það var gaman að sjá sko. Þannig að það er mikið, það er mikið hægt að æfa þarna sko. Það var það björnarinn sem ekki fyrir spórinu að njóta sig. Já, akkurat sko. Og svo er þetta sko, sumir hestar hreyfa fæturna hratt sko, en komast ekkert áfram. Þannig að þú veist, það þarf að æfa þau að lengja, skref lengdina og svoleiðis sko. Og þurfum ekki að tefla lengur við þessa glæru. Og ég ætla bara svona aðeins þá að því ég ætla nú svona aðeins að tala að halda trekk námskeið, þá ætla ég að koma aðeins sérstaklega inn á það sko, að trekk námskeið er náttúrulega hægt að halda fyrir alla aldurshópa. Það við höfum verið með fyrir fullorðna, en ég hef aðalega verið að einbeita mér að börnum og unglingum. En unglingarnir mínir nú bara að verða fullorðin. Og þannig að ég býst við innspýtingu fullorðinstarfið núna þegar það er að gerast. Og en í öllum tilfellum skipta bara í hópa eftir getu hesta og knappa. Bara þannig að það sé hægt að vera að fara í svona svipuverkefni. Með þá sem með verkefni sem henta þeim sem eru saman í hóp. Og maður byrjar oft með eitthvað og svo kannski endurskipuleggur maður hópana aftur. Svona, maður sér svona hverjir eru brattir og hverjir vilja fara rólega í hlutina og eins með hestana sko. Hvort að hestarnir þurfa að fara aðeins rólega að rita. Þannig að það getur verið, til dæmis ef maður er með knapa sem eru kannski bara frekar hrættir. Ég hef alveg verið með nefnilega knapa á þessum námskeiðum sem eru kannski bara hvekktir og hrættir við að vera á baki og eitthvað. Og þetta eru mjög góð námskeið fyrir svoleiðis knapa. Því að það er bara farið í allt frá grunni og þetta er svo mikill leikur og það er hægt að fara á sínum hraða í gegnum allt og maður passa bara einmitt að skipta þannig í hópa að þeir sem eru hvekktir sé ekki með einhverjum í hóp sem eru mjög brattir og fara ríða hratt fram úr og gera og trufla hérna. Og það eflast þau alveg ótrúlega þessi sem eru hvekkt sko og þau eru bara farin að, stökkva við litlar hindranir og gera alls konar sko áður en maður veit af. Og maður verður bara að leyfa að fara nú og róla í sakirnar til að byrja með. Af því að þau læra bara að treysta hestinu sínum. Það er bara, með því að fara í gegnum þetta, þá myndast bara svo mikið traust milli manns og hests og gott samband. Og þarna nú ég hafa nú myndað þessari boltaþraut þegar ég skrifa þarna leikur í fyrirrúmi. Það stórum svo smáum. Ég þyrfti nú bara að hanna einhvers konar dómsblað fyrir þessa þraut líka, hún er skemmtileg. Þarna vorum við með 90 gráðu girðingu og bolta inn í girðingu og svo myndi ekki fjúka sko, að þegar hún múti. Og það var bara 90 gráðu beygja á þessari girðingu og þau þurftu bara að ríða meðfram þessu utan við þessa 90 gráðu beygju og íta boltanum endana á milli. Það var bara mjög gaman að því. Og og innandyr er náttúrulega hægt að hafa bara einhvers konar leið til að reykja svona bolta, en þessi boltar mjög skemmtilegir. Hvað kostar svona stóra bolta? Þennan pantaði vinkona mín sem vinnur í sportver fyrir mig. Hún pantaði þennan. Ég veit ekki hvar maður fær almennt svona bolta sko. Hún sérpantaði fyrir mig þennan bolta vinkona mín.
Ég veit ekki, Þetta er svona með design vörslu, þetta er rúglega. það er örugglega hægt að panta þetta utan bara, en þetta er kannski ekki á lager einhvers staðar sko, svona stórbolti. Þetta eru mjög stórir sterkir boltar. Og þessi kostaði örugglega alveg 25.000 eða eitthvað. Það er gott í þessu. Það er að passa vel upp að hann fjúki ekki eins og okkar gerði. Hann var samt í girðingunni, það glemdi að taka hann inn og hann fauk. Og ótrúlega satt, þá sást aldrei tangur nýja tetur á honum. En léttismenn eiga ennþá sinn bolta, þannig að ég er búin að fá hann lánaðan. Já, og setja upp svona trekknámskeið, það bara hafa leikinn í fyrirrúmi, eða bara 1, 2 og 3, alveg saman hvort það eru fullorðnir eða krakkar. Það þurfa bara að fá að spreyta sig nóg á þrautunum og pröfa sig áfram og hafa gaman. En gott að setja tíman samt upp þannig að taka fyrir 1 eða 2 grunnatriði í byrjun hvers tíma áður en þau fá að vaða út allt í þrauturnar. Hvort sem að leyfa þeim að vinna þannig frjálst sem að gerist kannski þegar aðeins líða á námskeiði eða þá maður setur náttúrulega fyrir þau kannski fyrst svona bara verkefnið og fara í svona þrautakongi gegnum þrautir. Það þarf að byggja þetta á traustningurinni þó að við reynum að hafa eins mikinn leik í þessu og við getum. Þannig að því að það er ekkert gaman að reyna að fara með hestinn í gegnum þrautirnar ef að grunnurinn er ekki í lagi. Að fara í AB-æfingar svo hesturinn sé góður og þjáll í að fara af stað og stoppa og hlusti vel og hann þarf að læra að víkja til þess að maður geti borið sig að við ýmsar þrautir og leiðrétt hestinn hvernig hann á að standa og svona. Það þarf náttúrulega að kenna þeim að bakka og við höfum notast mikið við hálsbönd þegar við erum að byrja að kenna þeim að bakka. Bara, já, að tosa í hálsband þannig að þrýstingur er komið framan á og það er svo auðvelt fyrir krakkana líka að gera það í hendi. Að kippa svona í hálsbandið og umbörna eins og fyrir það. Og það þarf að kenna þeim að temast við hlið og eftir og það þarf að ræða aðeins gangskiptingu við krakkana af því að það snýst á þessum gangtegundir. Það getur stjórnað því, ræða við mismunandi ásettur, þetta er mikið svona upp og niður og hvernig þau sitja því þessi létt ásett og hálfleitt ásett og svoleiðis og ásettu til dæmis hvernig þau bera sig að við ásettu þegar hesturinn er að bakka og svoleiðis. Það þarf að fara náttúrulega yfir leiðtogahlutverki og útskýra það fyrir þeim og hvernig þetta námskeið snýst rosalega mikið leiðtogahlutverk og útskýra hvað það þýðir. Umbun er rosalega stórt orð í þessi trekki því að þau læra þetta náttúrulega allt í gegnum umbun og við vorum sérstaklega þegar við vorum að byrja með þetta, þá vorum við mikið með svona fóðurbæti, vorum að móla hestanami til að umbuna hestunum. Svo hef það svona bara minnkað, og þó ég hafi verið að fá nýjan hóp núna, þá vorum við eiginlega ekkert mikið með það, en þannig að það virka bæði, þá bara til dæmis þegar hesturinn fór upp á pall sem að hestum finnst aðeins erfið æfing, þá hveti krakkana bara alltaf til að fara að baki á pallinum, hjálpa þeim bara ef þetta er mjög hátt uppi og þau eru hrædd við að detta niður. En það er ég segi alltaf við að besta umbunin fyrir hestinn er að þau fara að baki. Þannig að þau eru voða dugleg að gera það. Og en hestanami ég mæla alveg með því líka, fyrir erfiðu þrautirnar sem maður sér að hestunum finnst erfiðar. Og en svo þarf maður líka að fylgjast með því að það sé ekki bara að vera að moka nammi í hestana ástæðulausu, þau þurfa náttúrulega að ræða þessar tímasetningar á því og allt það og sumir hestar eru kannski bara of frekir til þess að vera að fá mikið nammi, það er líka aðeins að fylgjast með því. Og svo þetta áreiti, viðbragð og afleiðing, fara í gegnum það með þeim, hvernig hesturinn lærir. Fara í gegnum röð ábendinga til þess að gera hestinn næman.
hvaða ábendingu þau eiga að byrja á og hvernig þau stækka ábendingarnar. Einmitt styrkleiki ábendinga. Þannig að þetta svona, ég lista þarna upp svona það sem að, já, ég hugsa þegar ég að kenna þetta. Og hérna og svo hvað ég að taka hérna og ég treka með þessar hérna 3 þrautir, bakka, fara upp á pall og stökkva yfir hindrun. Þetta eru hérna æfingar sem að, já, krökkunum finnst gaman að æfa þetta, sérstaklega að bakka með hálsböndin og þetta. Og svo fara upp á pallinn og stökkva yfir hindrun finnst það geggjað að æfa og ég þarf alltaf að passa upp á að æfi það ekki of mikið. Því að hesturinn fær yfirleitt nóg að því. Það eru mjög fáir hestar sem þola eitthvað að æfa það mikið. Þannig að það þarf eiginlega bara að leyfa þeim að æfa það, þú veist, kannski í hverjum tíma, 2 og 3 svar. Og svo kannski ekki mikið oftar. En ég hef nú ekki alltaf stjórnað með þetta með pallinn, ef pallinn einhvers staðar í höllinni þarf einhvern veginn alltaf að fara á hann. En svo sem ef þau fara alltaf að baki þegar þau fara upp á pallinn, ef ég gerir einhver svoleiðis reglu, þá sleppur það nú til þegar þau fara aðeins oftar, sko. En já, allavega reynslan hefur sýnt að minna meira þegar það kemur að þessum þrautum. Svona, okkur hendur bara svona hugmynda námskeiði. Þetta geta verið 6 til 8 verklegir tímar. Ég myndi hafa að minnstakosti 1 bóklegan tíma í byrjun námskeiðs til þess að bara, já, fara bara yfir hvað þetta er og hvað við erum að fara að gera og kynna þetta svolítið. Og svo þetta hægt að hafa, ef aðstæður eða stemming leyfir, að hafa fleiri bóklega tíma, sko, og fyrir náttúrulega eftir aldri þáttakanda og svoleiðis. Og 40 til 45 mínútur í senn hefur verið bara mjög passlegt nema fyrir þessi yngstu. Hálftími alveg, sko, að ég alveg með niður í 6 ára var ég með í sumar, sko, á trekknámskeiði hjá mér, þú veist. Og þá bara, maður stillir bara verkefnunum upp þannig, þú veist, þau fara bara í einfaldari verkefni og þeim snýst þetta bara að vera á hestbaki og hafa eitthvað gaman, sko. Þannig að þau geta alveg verið með í þessu, sko, og teyma hestana sín út allt og yfir allt og... En 30 mínútur alveg nú, því að bara á slæginu 30, sko, þá byrja þau. Við klæðum undan hjálminum og ég þarf aðeins að fara út að fara með frísloft, getur að halda í hestum minn, ég þarf að komast að baki og þú veist, þau alveg leið, sko, það eins gott að bara hafa styttri tíma fyrir þau. 3 til 4 hóp hefur verið mjög passleg og en það erfitt að hafa fleiri, ef það var einn kennari, það er erfitt að hafa fleiri, því það er svo oft sem að einhver hestur kannski byrja með eitthvað vesen og maður standar hjá einu nemanda að hjálpa honum, sko. Og þá er ekki gott að séu margir að standa á mörgum stöðum. Og svo líka bara ef það eru fleiri þá einhvern veginn verða svona mynda smá biðröð í þrautirnar og eitthvað. Við höfum oft byrjað bara innandyra, seinni part vetar og fært okkur svo út þegar það vorar, ef að veður leyfir. Og við erum svæðið okkur úti afgert. Við erum bara upp á mel og svo bara skógur endar sem að passa hluta á svæðinu og svo girtum við bara restina. Og því hesthúsið þarna einmitt, þú veist, spöl frá og það er voða leiðilegt að maður missir þau þangað, sko. Hvort sem þau eru á baki eða ekki á baki að hestarnir fæða þangað. Þannig að bara passa upp á svoleiðis. Líka þegar sumir hestar spennast upp þegar að kannski búin að stökkva yfir hindrun eða eitthvað, að svæðið sé bara lokað þannig að hestarnir vita að það sé ekki að fara að laupa neitt. Já, og ég myndi bara alltaf byrja svona námskeið bara á þrautum og svo bara smá saman kannski bæta við, kannski endan á tímanum að taka smá tímatöku. Sérst á stökkinu og fetinu. Og þá, af því að það er ótrúlega gaman fyrir þau að maður skrifa niður tíman þeirra, og þau fá vita, sjá árangurinn sinn og milli tíma á hraðanum hjá sér. Og þá þarf náttúrulega bara passa að vera alltaf með sömu vegalengd svo að þau sjá árangurinn sinn.
Og svo bara myndi maður enda svona námskeið annarkvort á sýningu eða lítilli keppni. Bara hvort sem að stemming fyrir. Og hafa þá myndi reglurnar ef maður er með keppni, hafa reglurnar, þú veist, raunhæfar og stigagjöfuna. Út frá það sem búið að vera að gera og hversu langt þau eru komið. Og þá förum við að tala víðavangsatleiki. Og það er nú eitthvað. og það er alveg ástæða fyrir að maður byrjar á hinu og það er alveg nægur pakki út af fyrir sig og svo þegar maður er komið með góð tök á því að þá, eins og við gerum þetta, þá fórum við í þetta og við erum, semst hjá Funa erum við búin að vera með þennan ratleik síðan 2017 og fyrir unglinga og ungmenni. Þau voru semst bara þessi hópur sem ég var að vinna með, var orðin bara þetta gamall þegar ég fór að vera það, þannig ég gat haft þetta nú alveg svolítið krefjandi fyrir þau. En já, þó að þessi talað alltaf 45 km leið, þá hefur mér fundist fyrir þau svona 20-25 km að vera passlegt. Og þau byrjuðu, sko, þau geta riðið sem einstaklingar eða sem pör og svo kannski að maður útsetur einhvern svona ratleik fyrir yngri sem eru þá styttri og auðveldari ratleikur, þá getur maður, ég sé fyrir mér að, þú veist, barn geti verið með fullorðin bara með sér, þú veist, foreldri eða eitthvað. Og fyrsta árið sem þessi 2017 þegar ég riði þetta, þá paraði ég þau saman, en alltaf gallið með það er að þá alltaf fá þau sömu einkunn og þau eru að keppa, þau fá sömu einkunn út úr ratleiknum, en þá náttúrulega bara skildi á milli úr hinum greinunum hjá þeim. En svo er náttúrulega hægt að hafa líka bara para keppni í raun. Þannig að, þú veist, þau fá sömu einhvern út í ratleiknum og svo myndi þau fá samanlögð stig úr hinum greinunum, þú veist, og vera þannig skilur lið, svoleiðis. En eins og við útfærðum þetta þá paraði ég þau bara saman af því ég þekkti þau náttúrulega bara vel á hestana eða þá paraði þau saman eftir sko svona eiginlega bara holdafari og formi hestana og svo það verið sanngjarnt bara. En eftir þetta þá hafði alltaf riðið ein, það var bara fyrsta skipti sem við riðið svona saman. Einn spurning. Já, einn spurning. Er þetta allt eitthvað veilið og er þetta bara svæði sem eru alveg bara eins og koma náttúrunni? Já, spurningin er hvort að þetta er riðið eftir reiðvegum eða bara í náttúrunni. Ég hef haft þetta mikið í náttúrunni. Við erum þannig svæði að það er bara hægt að fara þarna allt og Eyjafjörðurinn er bara dalur og það eru fjöll og það eru ár og eiginlega alls staðar hægt að komast, þú veist, upp í fjall og í afrétt og ég hef búið til, leiðir fyrir þau þar sem við erum að ríða, kannski ýmist bara eitthvað eftir reiðvegum og maður reynir bara að passa sér minnst, þú veist, að fara sér minnst þar sem er einhver bílaumferð, sko, en þetta er nú tölvöld innarlegi fyrir þennum og þannig að við hefum nú alveg leyft að fara sko stutt að spöla á einhverjum malarvegum, en helst þar sem þau geta verið hliðin á veginum og svona sko. Við reynum bara að passa upp á öll svona öryggisatriði, en ég er alveg búin að senda þau á afrétt þar sem að, þú veist, er von á svona litlum hrossastöðum, einhverjum trippum og eitthvað og þau hafa reiðið yfir á og núna í sumar þá gekk ég nú alveg fram að þeim og sendi þau lengst upp í fjall, fjallin fyrir ofan hjá mér er svona eiginlega tvískipt, það er flati og svo verður það svolítið hratt bratt og það koma klettar, en svo fyrir ofan klettarna kemur svona hjalli, þar sem er alveg hægt að fara á hesti og ég geri það alltaf í göngum, þannig ég sendi þau þar uppi og ég sendi þau aldrei neitt sem ég hef ekki farið sjálf á hesti. Og þau voru alveg sveitt til að koma heim, en fannst þetta geggjað, þau voru geggjað útsýni þarna uppi og ég var náttúrulega bara að senda þau reynda knapa í þetta.
En ég lofaði að ég myndi hafa þetta aðeins auðveldara næsta ári. Ég var komið með meðalhraðan á tímabili niður í 4 kílómetra á klukkustund, segi ég. Það er nú ekki gert ráð fyrir að ég var að ríða kannski mikið hægar en 5 á erfiðum stöðum. En Það var bra. já, þetta var toppurinn, sko. Þau eru svo ógeðslega góð þeir sem skráðu sig þarna. Ég bara ákvað leyfa þeim að hafa þetta alvöru svona einu sinni. Enda held ég að þau lifi bara lengi á þessari reynslu. Þau voru held ég ánægð með sjálf sig þegar þau komið mark. Og en já, ég hef útsett þennan víðavangsralleik svolítið öðruvísi heldur en gert erlendis. Ég hef svona bara þetta þróaðist náttúrulega bara maður var að reyna að setja þetta saman og einhvern veginn að láta þetta virka, sko, og ekkert með of mikinn mannskap og líka þannig bara að ég myndi treysta krökkunum til að fara sirka rétta leið og ekki fara sér að voða. Og ég sendi þess af stað með 15 til 20 mínútna millibili. Þannig að ég vil ekkert hafa það meira því mér er alveg sama þó að þau dragi hvort annað uppi. Ef einhver er í vandræðum þá bara kemur næst og dregur hann upp og þau geta bara verið samferða ef þau vilja eftir það. Það er bara fínt. Ég afhendi þeim kort af leiðinni 10 mínútum fyrir brottför. Þar er ég búin að teikna, bara inn á kort, ég er búin að græja kort, prenta út og teikna og en erlendis þá er þetta gert þannig að þú ferð inn í eitthvað svona kortaherbergi, þar er svona eitt upprunalegt kort og þú ert með kort sem þú þarft sjálfur að teikna leiðin inn á. Bara öryggisins vegna þá hef ég ekki treystum til þess að gera það. Þannig ég hef bara látið að hafa kort með réttri leið. Það er alveg nógu mikið challenge samt að finna, að fara eftir réttri leið. Líka eins og við erum að gera þetta, þá erum við svo mikið að ríða eftir landslagi en ekki reiðleiðum. Þannig að þau eru bara svo mikið að einbeita sér að því að horfa á landslag, sko. Forðast mýrar og fara á réttum stað yfir eitthvað, En er einhver kennileiti sem að þau sjá og geta riðið áttina þessu stöðu eða einhver merking sem að þau vita að þau að fara? Svo spurning hvað er kennileiti svo þau viti hvert þau eru að fara. Já, ég reyni að hafa þetta svolítið skýrt, sko, þannig að þar sem að er allt í einhver 90 gráðu beygja og þau að vera að ríða eitthvað, þá reyni ég að hafa það svona þannig að það sjáist nokkuð vel á kortinu, þau sjá kannski einhverja bæi í kring á kortinu. Ég er að nota kort sem eru ekki hæðalínukort heldur, bara svona, bara með landslegin inn og skilur með grænu litunum og því ég veit ekki hvernig ég útskýri, ég sýni ykkur það eftir, kemur kort og sýni ykkur, á tölvuskjánum. Já, þannig að þau fá kort 10 mínútur fyrir brottför. Ég hef bara haft það þannig að þau hafa þessar 10 mínútur, þau geta spurt með einhverja spurninga út í kortið, ég stend bara hjá þeim þarna og þau mega, þau hafa aldrei spurt með neinu sem ég má ekki svara eitthvað svoleiðis, sko. Og það eru bara áttirnar á kortinu og það er bara mjög einfalt þar sem ég bý af því að það er bara suður inn dalinn og norður er út að sjó og svo er austur og vestur sér hverju megin í fjöllin. En svo ég held nú við þessa glæru að reiðleiðin skiptist í nokkra kafla og hver kafli er með sinn meðalhraða. Ég hef búin að ríða þessa leið áður en að ég útbýði þetta fyrir þau og ég er þá með svona íþróttaúr á mér með GPS og ítti bara start fyrir að ríða af stað og ég er búin að gera mér í hugarlund hvaða leið ég er að fara að ríða og hvar ég ætla að stoppa og svona og ég ríð þetta bara og svo stoppa ég úrið þegar ég er komin á þann stað sem ég ætlast þess að þau stoppi og ég skrái hjá mér hvað þetta var langt sem ég reið af því að það er náttúrulega ekki alltaf sama raunvegalengd og vegalengd sem maður mælir bara á korti og ég er bara með svona íþróttaúr. Ég er ekki með app. Það er ekki Gallup? Nei, ég hef ekki notað app í símann, það er sjálfsagt að nota app í síma.
mér finnst þægilegt að vera með úrið, náttúrulega fyrstalega því ég er tæknifötluð og ég kann á þetta úr, en mér finnst þægilegt að hafa úrið vegna þess að meðan ég er að ríða, þá sé ég meðalhraðan minn og já, allt og auðvitað get ég séð það á síma, en ég get verið með báðar hendur á taumi og samt séð á úrinu. Já, og ég er að fylgjast kannski með á úrinu. Þess vegna finnst mér gott að vera með úr, svo ég þurfi ekki að halda á síma. Og ég ríð þetta bara á einhverjum hraða sem mér þykir skynsamlegur. Það er einhver meðalhraði og ég skipti þessu köflum kannski upp eftir því. Þannig að hver kafli sé svona með svip, svona einsleitt landslag, svona cirka. Og sko, já, 5 til 12 km á klukkustund. 12 km á klukkustund er ekki hratt, sko. Þetta er bara einhver svona milliferð. Og en það er það alveg nóg þegar maður ríði alls konar landslagi og þegar maður ríði þessa vegalengdir líka. Já. Er svona einhver hlið eða eitthvað sem við þurfum að fara í gegn og, ef við myndum fara upp þessu leið, myndum við þá hafa stand? Já, spurningin er hvort að það séu einhver ákveðin hlið og eitthvað svoleiðis sem við fyrir gegnum og þá getur það sérst farið vitt þessu leið ef við erum ekki þar. Já, það er svoleiðis og ég hef meira að segja verið svo almennilega við þau að ef það er einhver svona óvissa, ef mig grunar það sé einhver svona óvissa með það að við rati í gegnum rétt hlið, þá hef ég alltaf tekið með mér einhvers konar spotta eða eitthvað til þess að setja, binda á hliðin, kannski einhvern svona bleikan borða sem kannski sést ekkert skilur nema þegar komin að hliðinu, þá finnur það bleika borða. Þetta er bara svo þau getur verið viss ef þessi borði er þarna, þá er þetta rétt hlið. En það hefur ekki garanterað það samt að þau fari rétta leið. En einu sinni til dæmis áttu þau að voru þau að ríða eftir malarvegi, áttu að finna hlið, fara upp í afrétt, ríða eftir fjallinu og koma svo niður á öðrum stað. Og svo voru einhver sem komu bara veginn, sko. En þá fengu þau bara mínustig fyrir það að koma vittlausa leið, þú veist, á næsta stoppistað. Spurning, hef ég einhvern tíma týnt krakka? Nei, ég hef aldrei týnt krakka. Ég reyna að skipulega ekki þannig að ég týni ekki krakka, en annars erum við með mjög góða björgunarsveitir á svæðinu. Já, og ég hef haft þetta þannig að þessi meðalhraði sem ég ákveð og sá tími sem á að taka að ríða hverja leið sem er reiknaður út frá meðalhraðanum, ég gef það upp á kortinu, þannig að þau hafa það bara fyrir fram sig. En úti er þetta samt þannig að þú veist, það er einhver svona að þú kemur að skilti þar sem að stendur hver meðalhraðin á næstu leið á að vera og eitthvað, en þetta er nú alveg næg vinna samt, svo þó maður sé ekki setja skilti út allt líka, en auðvitað er það alveg hægt líka. Margar áningar og hver áningar svömm? Herðu, ég kem inn á það eftir smá stund hvað ég tek margar áningar og hver áning er löng, en já, síðasti punktur hér var að þetta snýst allt að vera á réttum tíma. Einn spurning ef að þið fara vitlausa leið og þurfa að snúa við eitthvað og fara aðra leið af þessum áhugastað sem þau eiga að vera á. Og þetta á að vera rétt í tíma. Þau eru að hefjast á þessu. Þurfa að það ríða mjög hraða til þess að ná að tímajafna sig fyrir þennan áfanga sem þau eiga að klára á þessum tíma. Já, ef að þau fara vitlausa leið og svo leið kannski er lengri heldur en leiðin sem þau áttu að fara, þá verður þau að gefa í til að vera réttum tíma. Og þessi tími sem er gefinn, hann er bara heilagur og þau eiga bara að vera akkurat á réttum tíma. Ef þau eiga að koma, ég hef reynda verið næs við þau og ég hef haft kannski meðalhraðan, þú veist, meðalhraða þessar leið er 10,0 til 10,5 og það kannski gefið þér að þú átt að vera 23 til 24 mínútur með þennan kafla. Og þá máttu vera
23 mínútur, þú mátt vera 24 mínútur, en leið að það smollið 25 mínútur, þá ertu komið -1 stig fyrir að vera 1 mínútu seinn. En líka, ef þú verður 23 mínútur til 24 mínútur, en þú varst 22 mínútur, þá fyrir þér líka -stig, því þú mátt heldur ekki vera of snemma. Þá getur flýtaðir á mikið í gegn. Nei, þú mátt bara vera akkurat á réttum tíma, hvorki. Já, á réttum hraða. Réttum hraða, réttu leið. Hérna búnaður sem sem ég ætla alltaf að tala sko, úr. Það alltaf bara algjört basic að vera með úr því að þú átt að vera réttum tíma. Þú gerir það ekkert nema að vera með úr. Ég hef hvattu til þess að vera með GPS, annaðhvort í síma eða úri. Gott að vera með úri til þess að þurfa ekki að vera að halda á símanum. Til þess að fylgjast með hraðanum. Þetta bannað hjá Fight. Í alþjóðlega keppninni, af því að fólk sjálfsagt misnotar þetta GPS einhvern veginn til þess að rata það, ég veit það ekki. En þau allavega hafa ekkert getað misnotað þetta GPS neitt sko. Þau eru bara einbeitt þess að því að ríða á réttum hraða og þú hefur ekkert tíma til þess að vera að reyna að svindla held ég, hvernig sem það gert. En þú veist, kannski bara farið þig og haldið þetta einhvers staðar og þar fara bara einhver að svindla og þá þurfum við bara að fara að breyta reglunum, ég veit það ekki. Það kemur þá bara upp seinna. En svo fáðu kort frá mótshöldurunum og svo spurning mér talstöð. Ég hef viljað hafa alltaf með talstöð því að það ekkert alls það símasamband endilega og ég vil bara geta náð á þeim og mér finnst það bara öryggisatriði að séu talstöð og ég get þá náð sambandi við þau ef að mér sýnist einhverju að vera í vandræðum, ég vil athuga með einhvern og get ég heyrt frá þeim. Fyrsta árið sem þau riðu ein og voru með talstöð, þá voru þau alltaf eitthvað að blaðra í talstöðuna sína á milli, ég sagði það var allt í lagi, það mætti alveg gera það. Það græddi enginn á því, þau bara rugluðu svolítið hvort öðru að engar af þeim upplýsingum sem komu gegnum talstöðuna hjálpuðu neinum. Þannig að þau notið talstöðuna ekki mikið árið eftir, þau veit á því. Þannig að ég hef ekki verið með neina reglur með það og það líka, þá mjög fljótlega fyrir þau að það alltaf einhver manneskja, fullorðin manneskja í sjónmáli, í talstöðarsambandi allavega að segja það og þau geta þá náð á einhverjum ef þau eru að spá í einhverju. Og já, hvað segirðu? Ertu með margar stöðvar? Hvað ertu með margar stöðvar? Talstöðvar, Sko, í sveitinni eiga bara allir talstöðar. Það sem bara, jæja, allir að mæta með talstöðar, svo reyndar mætir enginn með talstöð og allar mömmur að mæta með talstöðar. Ég kom með 5, hvern vantar, þú veist. En, já, það vantar talstöðar á allavega öllum sauðfjárbúum, sko, það sem allir fyrir göngur. Já, það bara mikið öryggisatriði að vera með talstöð, til dæmis ef einhvern eftir á baki. Og þannig ég veit ekki hvernig ég ætla að fjármagna talstöðar bara fyrir alla eða hvort það bara eitthvað sem allir geta bara átt sem ætla að keppa í trekk, eru konið það langt í trekka, eru vilja keppa í þessu, ég veit það ekki. Það þá eftir bara hvað svæðið þetta talið. Já. Er símasamband? Já, akkurat. Svo spurningin mitt hvort að manni finnst símasamband vera nóg eða að því að sko talstöðin einhvern veginn, hún bara, þú veist, krakkinn bara tekur upp talstöðina bara segir eitthvað og hann nær sambandi strax, þú veist, það bara þarf einhvern veginn ekki að hringja, þú veist, ég veit ekki, það bara svo einfalt, þetta er svo mikil beintenging, þannig að þess vegna finnst talstöðunar rosalega góðar. Það ekki treyst á að einhver svari síma. Nei, það ekki treyst á að einhver svari, sko, en... Og hringir kallar í þessu sambandi fleiri talstöð, Já. Einu kalli, heldur þú hringir eitt númer, eftir það er sambandi eitt, hefur talstöð að heyra fleiri aðilar í talstöðinni. Já, akkurat, það heyra margir í talstöðinni. Ég meina ekki á ég talstöð. Það svo bandur við mjög Ekki á ég talstöð. Það bara langt hjá ég segi svona, þetta annað svona bara til nóg? Ég til þess að vera ódýr. Við finnum út úr þessu. Já, það þarf alltaf að finna út úr því hver fjármagnar talstöðar og hvernig það er. Það er það sem ég sé að hún er sambandi með ekki stærri hóp og getur nærast til þess að hún hringir í.
Þannig að það öryggi í ekkert alveg. Það var ekki gefið strax. Og já, svo hérna, Hvað var ekki keppendur fyrir í akkurat, hvað eru margir keppendur mér? Búin að betra spurning. Það er rosa margir, nei, það er nefnilega, þau eru ekkert mörg sko sem eru núna búin að endast í, svo eru þessi hópur, þessi grunnhópur, þau eru, ekki að ljóna einu sko, 6 held ég, sem að kepptu í sumar. Þau eru 6 sem að kepptu í sumar sérst, í þessu, í heildarpakkanum. Og þú veist, ég vona að þessi hópur fari stækkandi, en já, þú veist, það er alveg gott að vissu leyti mitt að það sé smátt í sniðum. Það verður erfiðara að framkvæmda þegar eru orðnir fleiri keppendur. En hérna, 10, 15, 20, ég veit ekki hvernig þetta fer að sprengja sig sko, í framkvæmd. En við höfum nú íslenska sumarið, það er bjart allan sólarhringinn, þannig að það þarf auðvitað að passa upp á það úti að hérna, fyrsti knappi leggja ekki að stað fyrir sólarupprás og sé komin heim fyrir myrkur. Já, þau eru sérst í skærum vestum, svo ég sjáu þau vel, það eru öryggisatriði. Og svo hef ég verið að hvetja til þess að vera með varaskeifu, framfóta og afturfótaskeifu og ef það dettur undan. Já, þau geta ekki haldið, yfirleitt er þetta þannig landslag að þau geta ekki haldið áfram að ríða. Svo veit ég ekki hvernig er það, er hægt að fá svona skó á Íslandi? Já. Til að smeygja á hestinn? Það er Já. Það er ekki fyrir úlingar sem bara skellum þessi ding. Nei, mamma mín er alltaf með mér í þessu. Hún er bara með játningar á hold einhvers staðar og svo bara hóaði í hana og hérna, hún er einhverju stöð eitthvað. Og hún bara járnar, ég get járnar líka og hérna, við stökkum bara í þetta ef að... Þau sem er skeifustærðina? Já, bara þau sem er skeifustærðina og þá er hægt að stökkva til og járna fyrir þau. Það er hægt að redda því, en það hefur ekki dottið undan ennþá. Það er ekki fyrir að þau séu alltaf svona frábærlega járnuð, sko, fyrir að koma. En úti, sko, þá er þetta afgreitt þannig að fólk er hvatt til þess að vera bara, ef það getur járnað sjálf, þá er það hvatt til þess að vera með svona mini-járningar, ferðagræðurnar, akkurat. Og það er það sem ég myndi gera persónulega, þú veist, og bara skella undir sjálf og geta það bara haldið áfram, þá þarf ekki að bíða eftir neinu, sko. En þessi skór er náttúrulega snilld og hann er eitthvað sem að ég hef nú ekkert pínt þau til þess að vera með, en til þess að gera, hann er náttúrulega bara mjög góður upp að þú ert í grýttu landslæði eitthvað svoleiðis, sko, að þú getur smellt honum undir og það ætti náttúrulega helst að vera skylda að gera það, vera með svona skó og smæja honum undir. En svo er þetta einmitt alltaf spurning hvað ætlar að pína þess að krakka til þess að redda sér miklu á drasli, sko. En ég held ég fyrir alveg að fara að pína þau þetta. Að vera með skóinn, hann er góður, sko. Og svo spurning með áttavita. Við þurfum ekki áttavita þar sem við búum. En svo kannski það sem er meira flatlendi, þá er gott að vera með áttavita. Er ekki bara app í svona símum alltaf? Er ekki app fyrir allt núna? En úti náttúrulega, þú veist, í þessum alþjóðlegu keppnum, þá er bannað að vera með síma. Eða þú mátt vera með hana, hann er bara innsiglaður. Og þú mátt vera með talstöð, hún er líka innsigluð. Það er bara allt innsiglað, svo þú sért ekki að nota þetta í keppninni til þess að hjálpa þér eitthvað. En það eru alþjóðlegu keppnirnar, sko. Við erum alveg slök á því. Og líka fyrir það að ég bara sé ekki alveg hvernig fólk svindlar sér mikið í þessari keppni, sko. Það er með kort af leiðinni og þú veist, það bara þarf að fara rétt að leið, sko. Hvernig það ætlar að svindla á því. Já, þá komum við á áningarstaðina. Ég hef haft þetta þannig að þetta eru mest 5 mínútna áningarstaði bara, þetta er bara rétt að stíga á baki og
Og svo 1-20 mínútna áningarstaður. Ég hef bara haft þetta svona og ég hef ekkert mikið spáðið hvernig þetta er gert úti. En þessi 20 mínútna áningarstaður, við höfum haft hann þannig að við höfum græjað bara hólf með léttum staurum og sleppt hestunum. Þannig að krakkarnir losni við hestana í smástund og hestarnir losni við krakkarnir í smástund. Bara tekið hnakkan af og spretta af þeim. Og ef maður vill ekki, vera að setja hrossin saman, þá er bara hægt að hafa, skilur, fleiri hólf. Ef að því að þau geta náttúrulega lent í að vera á einhverjir á sama tíma þarna. Og best ef það getur verið vatn þarna líka, en það hefur nú ekki alltaf verið hægt í okkur, sko. En þá verður það bara að láta hrossin drekka þegar þau koma að vatni, sko. Þegar þau eru að ríða leiðirnar sínar. Og með skemmtilega þú hlustandur púlsinu? Fyrirgefðu? Hlustuðu eftir púlsinu með skemmtilega? Já, sko, ég hef, þarna kemur að athuga öndun eða hjartslátt hrossa. Mig langar í púlsmæli, ég hef bara ekki sýnt nógu mikla sjálfsbjargar viðleitni eða græja púlsmæli, sko. Ég gerði eitthvað veika tilraun til þess einu sinni og svo bara alltaf þegar kemur að því að halda mótið, ég alltaf, já, það er nú verið gott að vera búin að kaupa púlsmæli. En ég mæli alveg með púlsmæli, en ég hef aldrei notað hann. En ég er bara, sem sagt, með á 1 eða 2 stöðum helst, er manneskja sem ég treysti, bara vel hestvön og reynd manneskja sem ég treysti til þess að athuga hrossin, athuga hvort það séu sár og athuga knappana bara, hvort það sé í lagi með þau. Og hún er með sjónmat á öndun hrossana. Allir sem eru vanir þannig hestamennsku, þeir sjá á hestunum hvort að þeir eru, hvort þeir standa á öndinni eða hvort það eru bara búin að jafna sig, skilur. Það eru þeir alltaf aðeins móðir kannski, eða þeir þurfa ekki að jafna sig alveg fullkomlega. En það er þessi hraða öndun sem að þeir þurfa að jafna sig á. Við höfum bara haft það þannig og með því að skoða þessa öndun þá erum við að gera það kannski bara, knapinn kemur bara klukkan 12, hann á að stoppa í 5 mínútur, sem þýðir að þegar klukkan er 12:04 þá kannski bara, það er þá sem að manneskjan metur, svo sem að er á stöðinni, hún metur bara hvort að hann má fara að græja sig á bak eða hvort að hesturinn þarf 5 mínútur í viðbót. Já, og það er -5 stig fyrir hverjar 5 mínútur sem að þú þarft að stoppa lengur. Og í alþjóðlega reglunum er þetta þannig að þegar það er búið að gefa þér 3 sinnum 5 auka mínútur, þá færðu ekki fleiri sénsa, það er síðasti sénsiðin. Eftir það þarftu bara að hætta keppni ef hesturinn er ekki búin að jafna sig. Sem er nú kannski bara eðlilegt. Þá er hesturinn bara ekki tilbúin í þetta. En svo aftur á móti var ég einu sinni með hest sem að stelpu greiði, hún var bara, já, hann andar bara svona, nema ég slepp honum. Og ég bara eitthvað, já, lét hann að bíða og það voru 2 saman, sko, þetta þegar það voru sem pör, sko. Og þú veist, hann stóð nú ekki alveg á öndinni, hann andaði svona hratt, sko, en ég vildi ekki hleypa henni af stað með hann. Ég sagði, já, ok, þú veist, þetta er bara fáir krakkar og ekkert svona, rosa alvarleg keppni og ég vissi að þetta hross var ekki í lélegu formi, ég bara vissi það. Þekkti hrossið og hún setti mig alveg í vandræði þarna, sko. Ég hleypti henni á næsta stoppistað, það var ekki löng vegalengd til næsta stoppistað og þar var 20 mínútna stopp og mátti spretta af hestinum. Og þarna var hún búin að standa hjá mér í þessar 20 mínútur, sko, sem ég var búin að tefja hana og hesturinn ennþá andar svona hratt. Og svo spretta hann á hestinum í hinu staðnum, ég kom og tjekka á honum og það var ekkert að hestinum, sko. Það hætti hann að anda svona. Það er alltaf einhver svona, þú veist, undantekningar á reglum sem að geta sett mér úr jafnvægi. En þannig að þegar að þessu kom, þá guggnaði ég á því að reka hann úr keppninni, greiði krakkan. Af því ég vissi alveg að hún var ekki að ofgera þessu hrossi, sko, af því það var í nógu góðu formi, þú var ekki að ríða það hratt. En að þessu leyti, ég hef þótt fróðlegt að sjá hjartaslögin hjá þessu hrossi.
En já, ég mæli með púlsmælinum, en það alveg leikandi hægt að gera þetta hins einn. Og, já, og sumir áningarstaðir eru mannaðir og aðrir ekki. Þannig að, þú veist, þau verður bara þá að gera það upp í sjálf og sig hvort þau ætla að taka þetta 5 mínútna stopp eða hvað ætla að gera, en þetta 5 mínútna stopp inn í áætluninni. Þannig að, þú veist, ég ætlast til þess að þau stíga á baki og leyfa hestinu sínum aðeins að pása, kannski pissa, eitthvað svoleiðis. Og já, það annað að hafa fyrsta stopp ekki of seint, hafa frekar snemma því hrossið þurfa yfirleitt að pissa fljótlega eftir að lagt af stað í svona. Þannig að svona hugsa fyrir því. Þessi mynd hér, byttum við. Já, hér fullt af myndum, en það vantar kortin. Hvað þetta gamli krakkar? Já, þessi ég veit ekki hver að ljúga hvað hann gamall. Hann örugglega 7, 8, þessir guttar. Það eru flottir sko. Hérna hestakerran sem hún nota. Hérna að fara upp á bakkann úr ánni. Dekkið. Það var að ríða yfir votlendi, það sést nú ekki, það bara drulla hana. Þeim eftir ganginum. Hérna verið að leggja stað frá einum áningarstað í viðvangsratleiknum. Það er að koma. Þetta bara mitt sumar sem við erum að halda þetta, já. Frá júlí, já, geggjað að fá svona gott veður. Þannig ok, það koma hérna, það voru ekki rétt stað, en hérna það sem ég var að leita að. Þetta eru kortin og ég tækni tröllið ég alltaf skítmiksa þetta bara í Word-skjali. Ég fer inn á bændavefinn og inn á jörð.is og opna þar túnkortinn og þar fæ ég sem sagt upp þetta, loftmyndir, takk. Og ég hef þetta svona, þið sjáið, þú veist, það eru dökkiblettir og ljósiblettir og þú veist, melur og allt þetta. Og þannig geta þau lesið í landslagið og þessi leið sem ég teikna þarna korti, hún alveg útpæld. Þegar ég teikna leiðina, þegar ég ríði leiðina, þá verð ég að leggja minnið hvar ég að ríða, fyrir ofan hvaða melhóli ég fer og fyrir neðan hvaða melhóli ég fer, hvar ég fer yfir eitthvað gil og hvar ég fer fyrir ofan mýrarnar og þannig að ég þarf sjálf að vera búin að útpæla landslagið mjög mikið. Þannig að ef að þau slysast þess að ríða rétta leið þá sé það þeim auðvelt. Þetta nú yfirleitt einhverjar skilur kindagötur sem ég að elta en auðvitað geta verið fleiri kindagötur á svæðinu. Ég veit ekki hvað svo vel þetta sést, en það allavega X þarna heima við bæ, þar sem þau byrjuðu. Og svo elta þau slóð þarna með frangili og svo fara þau inn í afrétt og svo ríða þau þarna eftir slóðum kindagötum. Og svo sýnir raun bara hvar þessi slóð fer út af kortinu og næsta kort byrjar. Þau ofta að ríða með alveg 3 til 5 kort með sér. Af því að ég þarf að stækka loftmyndina það mikið þannig að það sjáist almennilega landslagið svo ég geti teiknað almennilega inn á þetta og þau sjáu virkilega hvar það eiga að vera að fara. Og eins og sjáu þetta, þá þetta bara einhverjar skjámyndir sem ég tek í tölvunni og púsla svo saman í Word-skjal til þess að búa til svona heildarkort. Og stundum læt ég að ríða einhvern svona hring, þannig að enda saman stað, þá kannski ná þetta að vera færri kort að þau eru meira, að ná tolla inn á einu Word-skjali þennan hring sem er að ríða. En ef við erum að ríða, langa vegalengd frá A til B að vera ekki enda saman stað, þá verður þetta oft fleiri kort sem ég þarf að láta þau hafa. Og ef það rigningarspá, þá plasta ég þessu kort, annars ekki.
Og þarna skrái ég bara númer 1, 6,44 kílómetrar, hraði 10,0 til 10,2 og tíminn var þá 37 til 39 mínútur sem ég reiknaði. Og þetta þýðir bara leið númer 1 bara þessi hraði, þau var þessum tíma. Og svo þegar þau eru komin út af þessu korti, þannig til hægri, þá bara næsta kort sem tekur við og það hér. Það byrjaði bara hann vinstra megin á því og riði hann eftir þessu og fara þannig yfir eitt gil, það sem lítil á, mjög djúpt gil, þau þurftu að fara baki og teima þarna niður þetta svolítið bratt. Og svo riðu þau þarna yfir á, en það er brú þarna á þessari á þessari riðu yfir. Riðu þarna yfir tún og svo upp á veg. Þetta er nú bara eiginlega eyði, já þessi dalur er nú komin í eyði, þannig að það er engin umferð á þessum vegi eða lítil. Þannig að þau riðu svo bara þarna eftir malavegi og fyrsta stopp er þarna og ég ætla bara að segja það núna að þetta fyrsta stopp er allt og seint, þetta er eftir 6,44 kílómetra og ég bara sé eftir því að hafa ekki haft 5 mínútna stopp fyrst, ég var bara hugsað út frá mönnuðu stoppi sko og það er ekki vegur hinum megin, en ég hefði átt að hafa ómannað stopp hinum megin til þess að láta þau stiga á baki. Og ég hef nú, já, þetta er oft breyst sko, ég hef ekkert alltaf skrifað stopp 5 mínútur eitthvað svona, en allavega útfærið þetta svona núna, að þau bara, já, þau sjá öll stoppin og eitthvað, en út er þetta þannig, þú veist að þú veist ekkert hvar stoppin eru og eitthvað, en mér finnst bara, já, ég veit ekki alveg hvernig það útfærið þetta þar, en ég ætla að útfæra þetta bara svona, þannig að þið bara læra að gera þetta svo ég ger þetta. Og þetta virkar, það er alltaf nýlega hverju ári. Og þetta bara allavega virkar, þannig að svo kemur bara. Nei, ég bara, þú veist, maður þarf alltaf að finna nýjar leiðir til þess að einhver þekki ekki bara leiðina sem hefur farið að náður. Þannig að þetta geta verið að hluta til einhverju sömu leiðir eða eitthvað, en mér tekst alltaf að fara bara einhverja nýjar leiðir. Og þetta er hægt að útfæra þetta þannig skilur að fyrst var ég með þetta þannig að þau byrjuðu á Melgerðismelum og enduðu á Melgerðismelum. Svo bara þegar ég var orðin uppskroppa með leiðir þar, þá er ég tvisvar búin að láta þau ríða þannig að þau byrja, já, þau reynda byrjuðu ekki á Melgerðismelum þarna, það hefur verið of langt, þannig að þau byrjuðu á bæ þarna rétt hjá, þar sem mamma mín býr, og riðu svo heim til mín í Hóla. Og þau einu sinni riðu líka frá Melgerðismelum og svo heim til mín í Hóla. Já, þarna stendur stopp 20 mínútur og vart á hvolfi, ég sneri vilt fyrir að skrifa það. En og þarna liggur leiðin svo upp fjall. Það sem snýr niður á kortinu er upp næsta fjall og fyrir öxl þarna þegar við komum býsna hátt þarna upp í fjallið þar sem að leiðin á þessu korti endar. Og þarna á kortinu stendur 2 og hringur utan það þýðir þetta er leið númer 2 og þar stendur hvað hún eru margir kílómetrar og hver hraðinn á að vera og hver tíminn á að vera. Og svo kemur bara leið númer 3, leið númer 4 og sem sagt bara allar leiðir sem að sjást á ákveðnu korti eru skrifaðar inn á kortið. Þannig að þú veist, sumar leiðir koma fyrir á fleiri en einu korti þegar það er inn á fleiri en eitt kort. Og svo hérna bara á næsta kort, þarna eru þess að komin hinum megin í fjallið, ríð þarna upp fyrir ofan klettana. Og ég teikna þarna einmitt á mjög ákveðinn stað, þarna fyrir ofan bóndabæinn, þar sem þau þurfa að lækka sig. Og svo ríð þarna og þau þurfa að fara alla leið þarna suður eftir til þess að fara niður. Og ástæðan fyrir að fara þarna alveg niður í hornið, þar sem þau stopp 5 mínútur, er bara að þar var auðvelt fyrir mig að hafa manneskju á bíl sem var það þar að húkti þar og beið eftir þeim. Er þetta ekki svona bra? Jó, það var, þau
þau voru alveg það er flatt upp á samt, þar sem þau eru alveg uppi, það er flatt. En svo þegar þau eru að fara niður, þá var alveg fínt að teima það, sko. Alveg hægt að ríða samt. Ég teymdi nú helmingina þegar ég ræði þetta sjálf. En það meðal hraðinn á þessu leið var ekki nema sko 4 km á klukkustund, þannig að. Og þar var manneskja sem tók á móti þeim og hún sagði mér það að þau hefði öll komið bara ágætlega brosandi niður, þannig að þetta gekk allt í lagi. Og svo var nú bara skemmtileg leið þannig fyrir ofan fjallskýringu síðasti spölurinn og sem endaði svo heima á bæ. En þetta var helginlega mikið ævintýri og síðasti spölurinn var það átti að vera akkurat 41 mínútu. Af því að hraðinn, þetta var svo stuttur kafli þannig að hraðinn og mikill hraði 8,1 til 8,0 til 8,1, það skilaði bara bili sem endaði samt bara í 41 mínútu. Og hvað er það fara margir tími? Já, þessari... Nei, ég meina, Já, 5,59 km og það tóku 41 mínútu. Þarna upp frá, það voru þau sem sagt að ríða 8,6 km á hraðanum 4 til 4,1 og þau gáttu verið 1 klukkustund og 57 mínútur til 2 klukkustundur og 9 mínútur að því. Sem þýðir það að þessum hraða gerði þessum hann labba. Já, þetta er eiginlega minna en göngulhraði mannesku, venjuleg göngulhraði mannesku, það er nú bara 5 eða 6 held ég sko. Það 5 meðalhraði. Já, akkurat. Og það byrjur þau bara snemma mótnum til byrtingu og... Já, maður verður bara að reikna út hvað eru mörg eftir hvenær þú ætlar að láta að byrja sko. Þú hefur 15 til 20 mínútur á milli. Svo bara reikna út, það þurfa náttúrulega bara, já, allir eru konur heima að skekka alveg tíma. Það er allt í lagi þá að þau dragi hvort annað uppi sko. Það er bara allt í góðu. Já, við græðum nú því á sumrin að geta afgreitt marga keppendur í einu. Og svo ræðir maður því bara í hvað röð þetta tekið sko. En ég er alveg viss að það vantar einhverja glæru inni sko. Ég held að þetta sé ekki nýjasta útgáfan á glærunum. En tíminn er samt búinn, þannig að það er það ekki rétt hjá mér? Já, þú veist, ætlum við ekki að vera til 9? Já. En nei, ég held að, já, þú veist, ég held að hafa vantað eitthvað inn í glærurnar. Já, þú veist, ég man ekki hvað vantar inn á glærurnar, það er ekki að. Já, spurðu. Markhópur. Og er þetta unga, 13-14 ára sem hvað eru yngstu þegar það í það? Ertu að tala um ratleikinn eða dreng? Já, hvað eru yngstu sem að fara í ratleik? Sko, ég myndi bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja með yngstu. Af því að þú veist, ég man ekki hvað það voru, 14 ára eða 13 ára eða eitthvað og mjög vön sem að voru að fara þarna fyrst hjá mér sko og fóru það saman fyrst og svona. En svo er náttúrulega bara hægt að gera hvað sem er. Þú getur útbúið ratleik bara, þú veist, bara einhvers staðar á félagsvæðinu þínu, þú veist. Bara með allt öðruvísi korti, bara miklu einfaldara korti. Þú veist, það eru bara teiknuð hús og hringvellirnir og eitthvað, þú veist. Og þau er bara að fara og rata þar sko. Veist, það er hægt að útfæra þetta fyrir alla aldurshópa bara. Svo lengi sem maður treystir þeim til þess að ríða leikur sem þessi umsjóðlega. Styttir tími. Já, hafa þetta allt bara einmitt getu og þrepaskipt sko. Veist, þannig að maður útfærir þetta bara. Þannig í raun er eiginlega engin ákveðin markhópur. Það er bara að útfæra þetta fyrir þann hóp sem þú ert að vinna með. En önnur spurning, í sambandi við, sko, nú keppnisíþróttin rosalega áberandi og mér finnst að krakkar sem hafa verið að keppa svona með góðum árangri að líta niður og svona, hafa þið einhverja reynslu, sko, erfitt að aktivera krakka og eitthvað sem eru kannski bara í hvítur öllur sem hafa svaka hópi?
Ég hef smá reynslu af þessu, það voru krakkar sem komið til mín sem hafa verið að keppa mjög mikið og beinubraut og hringbrautinni. Ég fór með þau í svona landslæðum sem var bara meira á nógu Reykjafjall og allt út af þessu og þau kom svo brosandi tilbaka að þetta er ekki leiðilega til að keppa. Þetta er mjög skemmtilega að reyna staðið þetta alveg nýtt og þetta var svona alveg skemmtilegt svo þetta var hluti svona hvað þæginn og óvænt, það var rosalega að þetta prófa að vera. Þannig að ég held að þetta sé bara ekkert endilega Vil ég líka spá í sko þrautabrautina? Ég hef ekki reynslu af því að vinna með krakka sem eru sem sagt vanir því að vera bara á keppnisbraut. En ég hef verið með krakka sem hafa áhuga á keppnisbraut en féllu samt alveg fyrir þessu bara og hafa verið í báðu. Ég held að það sé alveg hægt að kveikja með krakkar sem kannski bara svolítið með huga mikið brautina að sérstaklega það er svona félagslegt í kringum. Það er eitthvað stemming í kringum. Ég alveg saman, ég finnst þetta mjög gaman en ég hef bara tekið eftir í þegar við vorum með smalan á næsta brúðum bara í 12 ár og þá voru oft sko krakkar sem neytu að taka þátt í smalan en voru í hínum keppnum sem gangi. Og ég held að þetta sé nú að vera mjög spennandi að prófa að vera með fleiri reglur og refsistig og svona fólkast. Já, ég hugsa að þetta geti höfða meira til fólks heldur en smalinn af því að einmitt smalinn getur verið svolítið djöfulgangur og þú ferð ekkert með kannski keppnishestin í það gera vitlausan en það ég get eiginlega bara lofað ykkur því að það verða allir hestar betri að því að fara í trekk. Það er bara, það getur ekki gert neinum hesti mein. Ég var bara að spyrja, hefur einhvern tímann blandað saman þrautabrautum og rallleik? Að blanda saman þrautabraut og rallleik. Sko, rallleikurinn í sjálfu sér hann er í sjálfu sér uppfullur af þrautum ef hann er í svona landslægi. En þar sem maður einmitt út Landslægi er þetta hraun, Nei, einmitt, ef maður útfærir svona rallleik einmitt á höfuðborgarsvæði og við erum að tala um að það er hraun og bara eitthvað svona að hvort það megi hafa einhverjar þrautir í rallleiknum sjálfum. Það er bara þetta er allt saman í svona landslægi sem við farið. Já, það er bara spurning svona hvort að maður finnur eitthvað, þú veist. Hvort það er hægt að finna eitthvað, þú veist, sem er ekki akkurat í reiðslóðinni, sem er hægt að láta þau fara í. Þú veist. Jú, það væri hægt að ef það er engin leið að búa til eitthvað challenge í þrautabrautina í rallleikinn sjálfan sko, á reiðleiðinni sjálfri, að það má svo sem alveg setja upp eitthvað. Já, ég er bara að hugsa sko. Það var bara svona hugmynd sko, það er bara blandað saman. Já. Ég hugsa að þegar maður er komin út sko á slóðan, þá finnur maður alveg Já, ég myndi reyna að finna bara eitthvað, þú veist, eitthvað í náttúrunni sko. Já, bara að vera að leggja stíðan að finna það svæði sko. Bara að maður þarf bara að ríða Já, maður þarf að ríða þessum svæðið og finna eitthvað út og svona sko. En allavega glærurnar sem vantar hérna inn, þær bara allavega þær munu samt bara koma. Þér munu allavega geta að lesa það. Það var eitthvað meira bara rallleikinn, held ég, og eitthvað mótahald eða eitthvað. Jú, það var einmitt af því þú spurðir á þann og ég sagði að kemur seinna. Þú varst að spyrja hvað væri mannaflafrekt að dæma og svona. Og það átti að koma, en það er ekki hérna inni. En það sem sagt, það eru sko, það er alveg gott að vera með kannski bara 5 dómar eða eitthvað til að dæma þessar 16 þrautir til þess að komi svolítið flæðið í þetta. Þú veist, einhver dómari tekur nokkrar þrautir, svo tekur annar dómari nokkrar þrautir og þegar kannski segjum að fyrsti dómari taki alveg þó nokkrar þrautir og svo þegar
eða jafnvel að sé 2 að dæma saman, þú takir svona aðra hverja, þú veist, og þeir taka kannski fyrstu, kannski 7 þrautirnar eða 6 þrautirnar eða eitthvað, og svo geta þeir bara labbað aftur upp á þraut og hleypt næst af stað. Hvað svona algengt að sé margar þrautir? Það miðað við 16 þrautir í einni keppni. Já, en þá getur náttúrulega nota sömu þrautirnar, þú veist, eins og að ríða ganginn og teima ganginn og já. Þú þarft ekki endilega að vera búin að smíða 16 hluti, skilurðu. Heldur nota einhver hluti í fleiri en eina þraut. Og svo sko, ég hef ekki haft tímatöku á þrautabrautina því mér finnst alveg nóg að ná mannafla í að dæma. En það mega vera tímaverðir líka, sko. Og þá bara, þá er bara einhver svona, bara þægilegu tími að fara brautina. Þetta á ekki að vera til þess að fara brautina hratt, heldur bara fara hana á eðlilegum tíma. Og ef þú ferð fram yfir það, þá fara að tekja mínustig fyrir hverja mínútu og svo kemur sent í mark. Og það þá bara ef þú ert að lenda í miklu vandræðum með að koma hestinniðinum gegnum þrautirnar. En þú veist, við höfum ekkert verið að lenda í því að fólk sé einhverjum vandræðum eða búið að æfa sig. Þannig að við höfum ekki þurft að hafa neitt tímamark á þessu. En svo í gangkendakeppninni, þá er þú veist, gott að vera með, þú veist, að það er riðið stökk í aðra áttina og svo fet í hin áttina. Og það er gott að vera með flaggara og svo tímaverðu hinum endanum, bara eins og skeikreinum. Og svo dómar á hliðarlínunni sem að dæma hvort að hesturinn sé á gangkendinni. Og það er alveg gott að vera með 5 dómara, sko, en við höfum verið að kosta upp með að vera, þú veist, með kannski, og það fer kannski eftir bara hversu langt hægt að standa frá og þú veist hversu góða yfirsýn þú hefur yfir, sko. Hafið þið verið að æfa þetta veturna líka bara inni fyrst, einhverja ákveðna ríki eða eitthvað þannig að æfa gangkendirnar á veturnar inni. Við höfum ekki gert það þegar við erum svo litla reiðskemmu, en ég gerði það þegar ég var námskeið hjá Létti. Þau eru með stóra reiðhöll og þá bara geggjað að æfa þetta þar, sko. Og en já, það er flaggari og það er 2 tímaverðir upp á ef önnur klukkan klikkar. Og svo eru, myndi ég segja, 3 til 5. Þetta geti flaggarinn líka verið að fylgjast, skilur, með á línunni hvort að hesturinn er á gangtendinni, af því að það náttúrulega fylgjast með á báðum línunum akkurat þegar hann fer yfir línuna hvort það sé á gangtendinni. Og svo einhverjir, þú veist, með jöfnum millibili þess og milli. Er einhver fullorðinn sem fylgir krökkunum? Er einhver fullorðinn sem fylgir krökkunum, mennur bara almennt? Í viðhorfsratleiknum. Það er hægt að útfæra þannig, ég hef ekki útfært það þannig. Þau hafa verið, bara frá því að þau byrjuðu að ríða þetta, þessi hópur sem ég á með, þá hafa þau getað riðið 1 eða 2 saman. En það er vel hægt að útfæra þetta, myndi ég segja, með því að hafa fullorðið með. Hvernig með viðhorfsratleiknum, þú veist að tala að séu 20 kílómetrar. Já. Er það einn hestur eða notar 2 hestur til skipta? Þetta er 1 hesta, þessi ratleikur, já. Og er það auðveldlega ef að hesturinn er bara í ágætu formi af því að hraðinn er miðaður við að þetta sé 1 hesta, þú veist. En þú mátt taka 2? Mátt taka 2? Nei, þú mátt ekki taka 2 hesta vegna þess að þú þarft að vera með sama hestin í öllum keppnisgreinunum í trekk. Þannig að þetta miðast bara við 1 hest. Það er þetta langur tími þessi 20-25 kílómetrar í heildina. Hvað er þetta langur tími í heildina? Í ár tók þessi ratleikur einhverja 5 klukkutíma minni mig. En þetta stundur verið svona 3 tíma kannski. Það er ekkert of mikið. Þegar við varum að starta upp sem alveg nýju þá myndir ég að mæla með að við byrjum á þrautabrautinu. Já, ég mæli með að byrja með þrautabraut og byrja með þrautabraut myndi ég segja og svo mjög fljótlega með gangtendina líka myndi ég segja, það er svo einfalt. Og svo bara, koma því á gott ról og þá kannski fara að huga að ratleiknum, myndi ég segja.
Hvernig með að þjálfa og svona, hversu haldið þið að þjálfa þetta eða hvernig bara mælum við með bara bæði námskeið og... Já, ég náttúrulega, mælu bara með að hestamannafélagin fái bara reiðkennara eða leiðbeinendur í þetta, þú veist, að vera með svona námskeið og halda utan það. Þú veist, þau kunna þetta allt saman að kenna, allt þetta sem ég var að telja upp, öll þessi grunnatriði þarna, allan grunninn, sko. Og Lærum við trekkahólum? Nei, við lærum ekki trekkahólum, en það er samt svona smala próf sem einmitt ekki djöfulgangur, sem nokkurs konar trekk. Það var alltaf, við fórum í það, sko. Það var einn dagur í viku eða eitthvað, svona. Já, þið þurfa að fara eitthvað... Sem var svona leikdagur, sko. Já. Þá vorum við að fara í gegnum svona hlið og stökku við tunnur og bolti og... Er hliðið með svona stökku, hvað sem hliðið? Hliðið hef ég haft. Ég hef bara neglt nagla sikkur megin, já því ég með alveg stóran staur sikkur megin. Þess að hann á stóran staur lama megin og svo stór staur hinum megin. Hann þykkur hótstaur og svo hef ég neglt nagla og bara byggt hann alveg. Ekki alveg, en skilur byggt hann þannig að hann sé ekki með hestana og haft það báði megin. Þannig að þau geta, og svo bara baggaspotti. Eða eitthvað svona band, þú veist. Já, og ekki til að setja alveg yfir af því þá einhvern veginn verður þetta svo laust, þú veist. Þannig að bara krækja svo upp á þessu nagla og þá bara tekur af naglanum öðrum megin og getur sett á naglan nær þér hinum megin. Já, og svo færir bara milli þegar einn búinn fyrir næsta. Já, þetta þannig, þá nær hliðið að vera svona þokkalega lokað, þú veist. En auðvitað væri náttúrulega bara líka mjög þægilegt að vera með eitthvað svona járnstöng eða eitthvað skilur sem að þú getur lyft upp. Þú veist, með svona sikkur megin við, eða fyrir inn í eitthvað eða eitthvað svoleiðis. Það er líka mjög snett að vera með eitthvað svoleiðis bara. Það er mjög auðvelt að lyfta því og fara í gegn og loka því aftur. Það er líka því járn sem þú ítir að það er svona bara rauð fyrir það? Já, jú. Það er erfiðara að vera með svona sem tosar út á svona gormi vegna þess að þú þarft að halda í hliðið með annarri hendi allan tíman og stjórna hesturinn með hinni hendin allan tíman. Og það getur kannski verið erfitt að, ég veit það ekki, nei kannski er ekkert. Það var auðvísingið. Það var auðvitað ef þú með þetta lyftistöð, það var lokaði þessu það. Já, ég veit það, kannski bara getur þú fært hendina, þú veist, og fært hana svo aftur niður á hana gorm en það er bara samt örgulega að þú þarft að halda sko spennu, þú þarft að halda spennu á gorminum eða ekki, til þess að geta lokað. Nei. Já, bara sem rennur bara. Þetta er bara svona pínu rauð og það er járn sem þú tosar aðeins í áttina af hliðinu. Bara þetta járn ekkert þvingað. Nei. Já, ef það er ekkert sem að þú veist, þú þarft að halda spennu á en eitt svoleiðis, þá bara virkar það örugglega. Bara þannig að virki báðum megin frá. Já, það er einmitt það sem var, sko. Þetta er í hérna staurinn, það kemur svona smá, svona skart inn í það. Og að þetta aðeins að lyfta og þetta er fast. Já. Það bara kemur aðeins svona, þá getur þú opnað singur megin frá. Já, það er bara allt sem að virka báðum megin frá, það er bara geggjað. Því það er enginn hægt að fá detti niður eða eitthvað með þess að hinn loka myndi gera. Já, akkurat. Það er að finna eitthvað svona þægilegt. Og svo þarf að græja ég man nú eftir fleiri sem er ekki á glærunum, er samt á nýju glærunum einhvers þar, að það er að negla niður, það þarf að vera með eitthvað svona litla staura, þú veist, veit ekki. Já, ég sá svona, það í S-inu, já, er það til þess að merka? Kannski að minnsta kosti upp í hnéhæð eða eitthvað. Já, alls staðar hvar þrautin byrjar og hvar hann endar. Og ég hef nú verið aðeins löt að fara eftir því en það á að vera sko rauður hægra megin og hvítur vinstra megin. Það veistu alltaf hvort þú ert að koma inn eða fara út. Og Og þarf það að vera svona hátt? Nei, þetta þarf bara að vera, þú veist, bara þannig að það sjáist vel, sko. Það þarf ekki endilega að vera eitthvað rosalega hátt, sko.
En já, bara þannig að það sé greinilegt og og svo kannski og svo getur verið mjög þægilegt að hafa númer ef maður ræðst í það. Ég hef nú ekki verið númer á þrautunum svo þau viti, svo þau sjáu sjálf. En þegar ég hef ekki græjað það með númerum, sem nú eiginlega aldrei, þá bara þetta svolítið svona, þú veist, sá sem að dæma, hann bara, já, þú veist, auðvitað, fá þau í hvað röð þetta á að vera og svona reyna aðeins að leggja á minnið og svo sá sem að dæma, hann bara, já, þessi þraut næst, þessi þraut næst, þessi þraut næst og svo bara, heyrðu, næst ríður þú þarna yfir og fer til þessa og, þú veist, þannig að við, bara þeir sem að dæma gefa bara leiðbeiningar hvað er næst, sko. Ég var að spæða þeim bara að ljúka undirum allavega á netinu og Já. svo myndi við spjalla. Já, heyrðu, ég ef það er engar spurningar að heiman, þá bara ljúkum við þessari upptöku og ég segi bara takk hérlega fyrir að fylgjast með og þið megið bara endilega senda